Já, komið þið sæl á ný. Við höfum skiptum gesti, nú konir 3 þingmenn til okkar og það Sigurður Hilmarsson, Sjálfstæðisflokki, Sigmar Guðmundsson, Viðreisn og Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Samfylkingu. Öll velkomin. Takk fyrir. Takk hérlega. Sigurður, þú einn úr stjórnarandstöðunni hérna. Já, það vill hann til. Ég skal reyna að halda uppi merkjum hennar. Já, þú var ekki það. Stjórnarandstöðin náttúrulega í minnihluta. Stjórnarandstöðin í minnihluta. Og kannanir benda til þess að þessi 2 flokkar getur myndað 2 flokka stjórn. Já, það gera það svoleiðis. Viðreisn og Samfylkingin. Var það ekki fínt að henda Flokki fólksins út? Já, verði úrslitin eins og skoðanakannanir segja. Alla þessi nýjasta. Byrjum þar, þið fóru fram úr Sjálfstæðisflokknum í þessu. Já, ég held að það hafi munað 0,2% stöðum Það oft þannig 100 metrar hluti á ólokinu. Það var sumstaðar í fréttamiðlum talað að Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn væru með jafn mikið fylgi. Ég var mikið að velta því fyrir mér að senda inn leiðréttingar og benda á þessi 0,2% sko. En þetta var ein könnun og jú, þær alltaf að koma og fara þessar kannanir og svona segja okkur auðvitað alls konar. Þetta svona kannski bara þetta svona ákveðin bara punktmæling, mér finnst nú alltaf stóru tíðindin úr þessu vera svo að það ennþá mjög mikill stuðningur við ríkisstjórnina og það nú svona eiginlega helst það sem að... Þú ert undrað á því? Nei, ég ekki undrað á því, en við vitum auðvitað að eftir því sem að lengra líður á kjörtímabil að þá auðvitað meira búið að gerast og hérna það alls konar hluti bæði jákvæður og neikvæður sem geta haft áhrif á. En stuðningurinn við stjórnina hefur verið mjög stöðugur og mikill og það auðvitað bara fagnaðarefni og við erum mjög ánægðir í okkar flokki með að því að við unnum náttúrulega mjög mikinn sigur síðast og kannanir hafa almennt bara verið að sýna okkur á því róli, jafnvel eins og núna aðeins yfir því og það bara mjög jákvætt. Þið eru með svona úrval ráðuneyta. Já, við erum með 4 ráðuneyti, stór og mikil ráðuneyti, utanríkis, fjármála, dómsmála og atvinnuvega og það hefur mæðir alltaf mikið á fjármálaráðuneytinu og það auðvitað var mjög mikið í gangi í vor hjá Hönnu Kötu í atvinnuvegaráðuneytinu í tengslu við veiðigjöldin og það alltaf næg verkefni. Já. En Sigurður, þú kemur inn að því að Áslaug Arna fór út til að mennta sig. Jú, passa hann. Hvernig þú nú lista af á þau sko, en nú ertu ekki bara í einhverja fáa daga. Nei, ég svona grínast með að sumir sko taka sér svona gappir, fara erlendis í ár að finna sig sko. Ég dett inn á þing og tek eitt skóla ár þar og hef bara gaman að þessu sko. Og ég vissulega datt þarna inn eina viku í mars en það auðvitað allt annað að vera svona heilan þing vetur og ég bara haft reglulega gaman af því. Þetta mikil heiður fyrir mig að fá að kynnast þessum störfum. Það bara margt gott fólk þarna inn á þingi í öllum flokkum og þannig ég hef bara haft reglulega gaman af þessu. Mér finnst náttúrulega áhugavert að fylgjast með þessum könnunum, sjálfur ég nú alveg bara rólegur yfir því. Þetta svona eins og hefur svo sem komið fram. Þetta svona samkvæmisleikur aðeins svona. Já. En þá held ég að skipta þetta mjög miklu máli, hvort heldur sem sko fyrir Sjálfstæðisflokkina aðra flokka, menn séu sko trúir sínum gildum, sinni stefnu, séu ekki eins og einhver svona lakkandi strá í vindi sko. Flokkurinn svona missir fylgir svona eiginlega í öllum könnunum. Já, og hefur gert svona, þetta svona upp og niður, það virðist vera mismunandi einhver leiti eftir þessum fyrirtækjum sem að gera, hversu sem það sætir sko. Þetta kemur mér ekkert á óvart, það alveg rétt sem að kemur fram sessunutum mínum sko, að ríkisstjórnin hefur notið mikilla vinsælda og ég held að það sé, það er ýmsar ástæður fyrir því. Þarna mannvalið náttúrulega bara mörgu leyti mjög fínt. Það var gengið fram í kosningu að komið sko ákveðin leiði í fólk hvert sko þeirri ríkisstjórn sem að var við líði og það gengið fram sko með töluvert svona kröftulega, skulum við segja. Það að vera að tala vandamál í íslensku samfélagi eins og þau séu með auðleysanleg, þetta sé bara spurningum rétta fólkið og núna kannski við akkurat bara þetta haustið að sjá, sko, þetta bara býsna flókið og það eru bara svona viðsjárverðir tímar í íslensku samfélagi sem mörgu leyti, hvort heldur sem að kemur að sko efnahagsmálum, atvinnumálum, líka bara svona aðeins varðandi þessi lýðræðislegu gildi sem að við viljum halda í heiðri og þá mun loks reyna á þessa ríkisstjórn og sama skapi líka þegar hún kemur verkum sínum í framkvæmd að þá
kemur alltaf fram einhver gagnrýni á hvernig til tókst. Þannig ég nú bara mjög rólegur í þessu öllu. Ása, Samfylkingin, hún mistir þetta í þessari konu sem við erum að vitna til, mistir aðeins en hefur mælst mjög vel. Samfylkingin eini flokkur sem að leiði ríkisstjórn í Evrópu sem að bæti við sér fylgi í konunum og ef það verið kosið núna þá verið að fá kannski 7-9 nýja þingmenn. Þannig þetta þetta stór undarlegt í samanburði við pólitík alls þar í kringum okkur. Já, en sko eins og sagt hér, þá er þetta náttúrulega bara skoðanakönnun en við erum ótrúlega ánægð með að vera að sjá þennan árangur þar og þetta svo sem eitthvað sem við skynjum líka í samtölum okkar við fólki í landinu því að eins og margir vita, þá erum við reglulega í virku samtali við fólkið og núna erum við nýfann að stað með verkefni þar sem við erum hreinlega bara að banka upp á hjá fólki til þess að ræða við það hvernig þeirra daglega líf gengur fyrir sig og hvað við getum tekið með okkur og reynda að gera betur og við heyrum það alveg þar að það er gríðarlega ánægja með ríkisstjórnina og okkar störf og það er bara okkur mikil hvatning, ég haldi áfram að sömu braut og gera gagn en auðvitað er þetta ekkert einfalt mál og það er ekkert sem að við getum líka lagað á örfáum mánuðum eftir að fyrir ríkisstjórnir hafa verið að mylja undan kerfunum okkar eins og Þórður Snær fór mjög vel yfir í síðustu grein sem ég heyrði nú að þið voruð að vitna til hérna í spjallinu áðan líka en það er þessi innviðaskuld sem að blasi við okkur nánast hvert sem við lítum þetta er heilmikið verkefni og það ásamt því að hafa ríkið á yfirdrátti í fjölda ára, þetta er ekkit auðvelt að snúa við þessari skútu þannig að verkefni er stórt en mér finnst bara allir ganga skörulega til verks ég sagði áðan að þau myndu ná meiri hlut á þingi þá er það vegna þess að falla mikið af atkvæðum dauðs en samanlagt í nýjustu konunni sem í maskínu og þá eru þau með 46% fylgi Samfylkingin og Viðreisn sem að myndi færa þeim 34 þingmenn á móti 29 í stjórnarandstöðunni og ég meina, mér finnst þetta merkilegt vegna þess að við lifum í heimi þar sem er alltaf verið að færa okkur fréttir og stórkostlegum uppgangi hægri populista í heiminum Trump er náttúrulega sem að missa fylgi en hann nýtur miklu meira traust í sínu landi heldur en til dæmis Keir Starmer eða Macron eða kanslari Þýskalands eða Mette Frederiksen eða þannig að í Evrópa í mikilli vanda og það við sjáum uppgang reform í Breitlandi og Alternative for Deutschland í Austur-Þýskalandi og víða en hérna sjáum við ekki þessi merki og það er eitt sem ég fylgist alltaf með að því að miðflokkurinn reis upp síðast að ég tek alltaf saman fylgi miðflokksins og sjálfstæðisflokksins og ástæðan er svo að þegar verið að spyrja fólk afstöðu til ýmissa mála þá þetta yfirleitt mjög líkur kjósendahópar þau svona svipað afstöðu þetta fólki sem helst líklegt til þess að styðja kvótakerfið þetta helst fólk sem óttast innflytjendur og þannig að mörguleyti líkir kjósendahópar en þetta núna síðast náðu þeir bara tæplega 30% fylgi og þeir yfirleitt alltaf saman þar þannig að þeir alltaf að éta hvor af öðrum þegar að var kosin nýr formaður hjá ykkur að þá fór sjálfstæðisflokkur upp í rúm 24% þegar síðan svona síið niður að þá var sameiginlegt fylgi þeirra svona 33% og það fer aldrei lengra þannig að miðað við umræðina eins og þróun stjórnmál í okkar heimsluta þá virðist eins og Ísland passi ekki alveg inn í þetta og kannski erum við líkar í Írum sem voru að kjósa sig sósíalista sem forseta með miklum yfirbörðum og það væri kannski dræm kjörsókn og slíkt þannig ég var að velta fyrir mér þessi svona það er oftur að halda að okkur í umræðum og öðru slíku að hljóti að koma bara eitthvað svona Nigel Farage bylgja til Íslands en svo þegar maður skoða kannanir þá sér maður aldrei neinn merki þess og ég sá löngunina til þess að við myndum draga þessar álektanir þegar að verður smá risi á miðflokknum hann mældist svona í júní síðast líka með eitthvað 14% fylgi að þá svona viljin í umræðinni að nú sé þetta koma nú hljóta að koma hægri bylgjan en hún sést aldrei og það er hinn leiðilega miðja Evrópu sem að bæta sig á Íslandi. Þannig akkur þetta svona haldið þið?
Já, ég skal ekki segja sko, ég meina við erum auðvitað núna að tala bara út frá einhverjum könnunum og þær sveiflast auðvitað fram og tilbaka. Kosningarna síðast voru náttúrulega svolítið afgerandi og ég held að úrslitin þar hafi nú að hluta til auðvitað orðið til vegna þess hverjir í fórustu fyrir þá flokka sem að tóku við, en líka auðvitað þessu mikla leiða sem að var orðið með langvarandi valdasetu Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins og þessu sinni með VG. Ég reyndar upplifið þetta svolítið sterkt því að sko í gegnum áratugina þá hafa Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur verið alltaf eitthvað hryggjastykki í stjórnmálakerfin okkar. Sem hefur síðan gert það verkum í áratugi að þeir hafa annarkvort verið völd saman eða einhvern veginn að skiptast á. Ég held að fólk sé orðið bara svolítið leitt á þessu, ég held að fólk sjái erindisleysið og árangursleysið núna í þessum óheyrulegu verðbólgu og vaxtatölum sem að demdust yfir okkur og það er auðvitað einhverju leyti þannig að þessi svona auka hægribylgja hefur borist hérna til Íslands. Ég meina, mér langar nú bara í þessu samhengi að nefna nýleg skrif nýs varaformans Miðflokksins sko, þar sem hann er komin í svona globalistatal og farin að tala gegn einhverju sem er alþjóðahyggja og allt er þetta alltaf innflytjendum að kenna og þar fram til göttunum þó að allar tölur sýni það að langflestir útlendingar sem hér eru, þeir eru komnir hingað til þess að vinna, þeir eru ekkit allir komnir hérna til þess að setja stað, þeir fara til síns heima, þeir atvinnustigið lækkar og allt þetta. Þannig að kannski að einhverju leyti svona pólitískt eru aðstæður aðrar hér heldur en í nágrannalöndunum en við skulum líka alveg að þið þurfum að tala þess að könnun, þetta var nú svolítið stórt stökk hjá Miðflokknum síðast. Ég er einn af þessum fáu sem er að lesa þingræður og Þorgrímur Sigmundsson sem er þingmaður fyrir Miðflokkin í norðausturkjördæmi. Hann vil enga hælisleitendur í 5 ár og fátt hann í 10 milljarða til vegabóta. Sús var að álekta með svipuðum hætti, ungi sjálfstæðismenn. Já, en þetta er þingræða sko. Hvaða lífelsbull er þetta? Þetta er algjörsbull. Það er nú bara þannig. Og maður sér svo vel hvað er verið að rembast við að hoppa á þennan vagn sem er að gerast í ríkjunum í kringum okkur. Og ég var nú einmitt að skrifa þetta bara núna í síðustu grein sem ég var að senda frá mér að aflýðræðisvæðing í bara mjög kjarnalýðræðisríkjum er rosalega hröð núna. Og þetta eru ríki sem að einmitt þar sem þessi uppgangur öfgahægri afla hefur verið að eiga sér stað og það sem þeir nýta sér er að búa til sundrungu og upplýsingaóreiðu og nýta samfélagsmiðlana þar óspart. Og þetta er bara eitthvað sem við verðum að taka alvarlega. Ísland er oft nokkrum árum á eftir og við þurfum bara að styrkja okkar lýðræðisstofnanir og dómstóla og fjölmiðla, ekki síst, að efla sjálfstæða og vandaða fjölmiðla og bara, halda staðreyndum til haga þegar svona umræða fer á stað. Sigurður, þú vilt koma inn? Já, það er náttúrulega svo margt að segja sko. Við hér á Íslandi erum bara mjög heppið með okkar stjórnmálamenningu, við erum heppið með stjórnskipan okkar og þessi grundvallagildi sem við byggjum okkar samfélag á. Og það hefur oft reynt á þetta í gegnum tíðina og reyndi sko alveg upp á einhverju þanþóli náttúrulega í bankahruninu og eftirmálum þess, en ég hef oft svona í mínu lögmennskunni tekið á móti útlendingum og erlendum samtökum lögmanna og svo framvegis og farið í gegnum það hvernig sko kerfið okkar hélt á svo erfiðum tímum. Það leystist ekki upp í borgarastyrjöld, heldur voru hér fyrir alls kosningar og svo framvegis sko. Og það sem þannig oft heyrir maður þetta við séum sko mörgum árum eftir öðrum. Það kann að vera, en ég held samt sko að það er svolítið seigt í þessum gildum hér á Íslandi, bara sem betur fer og megi það vera sem lengst og þess vegna held ég að sé heldur ekki gott náttúrulega að fara að skrýmslavæða einhverja andstæðinga sama í hvaða flokki þeir eru. Ég er ekki hrifinn af þessari orðræðu Miðflokksins eða varaformannsins. Mér finnst hún ekki eiga erindi sko, en þetta kýtlar einhverja kjósendur sem að svara svona í kosningunum. En eitt sem ég vildi kannski aðeins segja sko, það skiptir auðvitað máli hvernig við tölum líka hlutina og það kom fram áðan sko að við ekki ríkissjóðum bara á yfirdrætti sko og það kannski tengist þessu sem ég var að segja áðan sko að eins og til dæmis, ég held að dómur sögunar síðustu ríkisstjórn verður þegar frá verður horfið bara býsna góður sko.
vegna þess að þú veist, það gekk á ýmsu hérna. Þú veist, það var rússarnir í sínum árásar stríðum, það var COVID, það var jarðhræringar á Reykjanes, þetta alveg svona meiri háttar atburð sem átti hérsta. Og þú veist, maður hugsar þetta líka eftir á, þú veist, þarna Sjálfstæðisflokkurinn, Framsókn og Vinstri, þetta svona liggur við hálfgerð þjóðstjórn, sko, og mönnum finnst svo eftir að hyggja að það hafi lítið gerst, sko. En samfélagið samt virkaði á allan þennan tíma og við komum nú bara þokkalega út úr því. Og núna erum við þá komin að það komið nýtt fólk, ný ríkisstjórn, og hún ætlar að láta verkin tala og ég bara bíð spenntur eftir að svona sjá hvaða mál þetta verða og hvernig þeim mun takast til. En það kannski svona búnturinn. Það bara mjög... Það svo komur svona mál upp líka, eins og Lindarikvöld og bankasýslan og fleiri svona mál sem að svona krukkuðu upp vatnið, sko. Ég bara auðvitað og ég meina það er líka þessi bankahrunnsmál á nú mikið viðtal við Steinþór Gunnarsson bankamanninn. Það er nefnilega sko skiptir máli að við erum sko, þetta byggir alltaf á svona stofnunum samfélagsins, reglum og svo eftirliti með þeim getur mistekist, hvort heldur sem sko fólki sem að fer með stjórn eða að sækja menn til saka, dómararnir, allt þetta sko mannanna verk, en traustið gagnvart þessum stofnunum alveg merkilega hátt á Íslandi og við erum að halda í það er alveg ótrúlegt, það heldur mikil gjöf fyrir okkur Íslendinga, allan enn sem komið að það treysta Íslendingar stofnunum samfélagsins bara mjög vel. En Alþingi? Við erum mjög veikar að treysta á þinginu heldur en Norðurlandaþjóðirnar. Ég held að sé ríkari svona hugmynd í Norðurlöndunum að svona samfélagssáttmálinn sé traustari þar, að fólk upplifi að þetta sé eins og Svíarnir kalla þjóðarheimili og svona, þetta hefur að laskast svona undanfarið 30 ár, nýfrjálshyggjan hefur hoggið inn í þessi lönd eins og annars þar, en það þegar maður ber saman afstöðu almennings til þjóðþingana, að þá eru við fyrir neðan. Líklega að Norðurlanda búa að segja við þegar það ríkið, en við erum líklega til að segja sko þau. En á þess að ég hafi kíkt á þetta nýlega, en ég held sko traust gagvart sko dómstólunum, gagvart lögreglunni, gagvart menntastofnunum og landhelgisgæslunni, það alltaf. En á þess að ég fór að fara með hvernig traustið gagvart sko stjórnmálamönnunum sjálfum. Stjórnmálakerfið hefur nýtur minna traust hér eða annars þar. Á þessu löndum. Menn eru vanir að vinna öðruvísi saman í stjórnmálum á Norðurlöndunum í gegnum áratugina heldur en kannski alltaf hér sko. Leyfið mér aðeins að bakka, mér finnst svo mikilvægt að halda einu til haga sko, þegar við vorum að tala um innflytjendur og allt þetta, þú verður að tala um að þú veist hægt að taka móti hælisleitendum í eitthvað tíma og allt þetta. Þú veist, ástæðan fyrir því að ég kalla þetta algjöran populisma svo að þegar þú skoðar tölurnar yfir fjölda útlendinga á Íslandi, þá eru 90% þeirra sem koma hingað í gegnum evrópska efnahagssvæðið. Mikill meiri hluti þeirra sem kemur í gegnum hælisleitendakerfið fólk frá Úkraínu. Að ætla sér að laga einhvern sko innflytjendavanda með því að ráðast bara gegn hælisleitendum og þá væntanlega þeim sem kom ekki frá Úkraínu því að það allir sammála að taka vel á móti þeim. Þetta lagar ekkert, þetta bara populismi og við eigum bara að kalla þetta nákvæmlega því nafni sem þetta En varðandi sko, ég held reyndar að grafskrift síðustu ríkisstjórnar verði ekki góð. Ég held hún hefði ekki náð að halda áfram í kosningunum 21 ef ekki hefði komið fyrir COVID og það þetta alveg rétt að það eru áföll sem verða á leiðinni, það eru jarðhræringar sem eru kostnaðarsamar og COVID var svakalegt áfall fyrir alla heimsbyggðina. Inn í þetta kemur auðvitað líka síðan, þú veist, gjaldþrot vá getum við sagt og síðan lengra aftur í tíman erum við í hruninu. En þetta einmitt málið, sko. Við erum lítil eyja í stóru alþjóðlegu samhengi, fámenn þjóð og við erum alltaf að verða fyrir áhrifum af allir þessari dýnamík sem í alþjóðapólitík og alþjóðamálum. Þess vegna höfum við alltaf verið að tala fyrir því að sko svarið við þessu ekki meiri einangrunarhyggja eða draga okkur meiri hlé eða óttast útlenskt eða útlensk áhrif heldur einmitt meiri alþjóðasamvinna. Alþjóðakerfið þarna, hvort sem við ætlum að vera þáttakendur í því eða ekki og það auðvitað betra að vera þáttakendur í því og bara að því að við erum að tala um svona fjárhagslega áföll sko, þú veist ein röksendin mína minnstakosti fyrir því að við þurfum stærri og sterkari gjaldmiðil einmitt þetta, við erum pínu lítið leiðþjóð og erum alltaf að verða fyrir einhverjum jarðhræringum sko
út af einhverju skaki á alþjóðasviðinu sko. Það eru tollar frá Trump eða þá einhverjir tollar hjá Evrópusambandinu þar sem verið að verja eitthvað innan þess og annað. Við höfum auðvitað frekar að vera þáttakendur heldur en hitt. En sko popúlistaöflin gera einmitt út á akkúrat til gagnstæða. Að búa til svona einhverja menningu og kúltúr við og hinir og draga upp einhver svona hugmyndafræðileg átök og búa þau jafnvel til á milli svona hópa. Þetta ekki, svona pólitík hefur alltaf endað illa út allan heim og ég held að meiri hlutin af íslenska stjórnmálakerfinu og meiri hlutin af íslensku stjórnmálamönnum vilji ekki vera þarna. En síðan nú þetta tengd stundum þangað umræðan af þeim sem að vilja fara þangað. Já, Ása Berglind, Sigmar talar svolítið nánast Evrópusambandið en að nefna það, en þið settu það svona á bít hjá ykkur, Samfylkingin. Já, við gerum það. En við náttúrulega bara stöndum með því sem stendur í stjórnarsáttmálanum á þessu kjörtímabili verði þjóðin spurð af því hvort hún vilji hefja eftir viðræður og við stöndum náttúrulega fyllilega bak við það. Já. En ég held að svona... Og munið mæla fyrir viðræðum heldur? Þegar við kjósum hvort það vilja vera viðræður ekki, að Samfylkingin mælist til þess að við samþykkjum að fara í að byrja viðræður aftur. Já, ég held nú að það sé svona almennur samhljómur fyrir því að vilja sjá hvað það felur í sig fyrir Ísland að klára þessa viðræður og ég held að það sé bara enginn á móti því. Þannig að, Sko. Reytandi við enduðum áðan að ræða húsnæðisvexti bankana. Og það eftir dóminn að þá niðurstaðan eiginlega svo að bankarnir eru búin að loka á líklega helming þjóðarinnar, menn að þau fá ekki greiðslumat til þess að kaupa húsnæði á þeim kjörum sem verið að bjóða. Þetta er náttúrulega maður myndi halda að þarna væri bara blikkandi ljós út allt samfélag. Það var húsnæðiskerfi slæmt þar sem að þriðjungur landsmanna fekk ekki greiðslumat og var dæmdur til þess að vera á óregluvæddum húsnæðismarkaði þar sem að hinnir efnameiri gátu notað hinna efnaminni eins og til þess að mergsjúga. Nú bankarnir koma með þennan leik og heila loka húsnæðismarkaðnum. Þannig að það eru bara efnafólk og braskarar sem að hafa lánstrust hjá bönkunum til þess að kaupa húsnæði og húsnæðismarkaðir sem ætti að þjóna almenningi eða þannig það markmiðið var allavega í gamla daga. Kannski það markmiðið núna í Íslandi að húsnæðismarkaðir eigi að þjóna bröskurunum fyrst og fremst, að við séum bara horfast augu við það. Þetta ætti að vera stærsta mál stjórnmálanna. Aukafundur í þinginu, bankastjórnir kallaði fyrir, húsgammaðir fyrir einhverju hús og þannig var þetta í þetta með sín Norðurlandunum. Það var ekki gert. Þetta er auðvitað angja því sem að maður er ofta að nefna þetta fyrirkomulag sem að við líði á Íslandi þegar kemur að möguleikum fólks til þess að fjármagna húsnæði sitt. Það er auðvitað bara galið. Við erum auðvitað núna í svona kannski vona ég ákveðnu millibilsástandi. Það fjallu auðvitað dómur og það eru fleiri dómar á leiðinni þannig að bankarnir eru svona einhvern veginn að halda sér höndunum út af því. Eitt viðbragði við þessu hefur verið að draga úr verðtryggðu lánunum. Verðtryggðu lánin hafa auðvitað verið svona trappan fyrir fólk til þess að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Þá voru menn auðvitað að svona jafna afborganirnar lengra fram í tíman og verðtryggingin er auðvitað bara komið til af því að hér er alltaf há verðbólga og háir vextir og allt það. Í raun borgar fólk meira en bara á lengri tíma. Á lengri tíma. Eignast hægar. En þú kemst inn, sko. Þetta hefur verið oft verið leið. Ég er ekki aðdáðandi verðtryggingarinnar. En þetta hefur samt sem áður verið leið fyrir fólk til þess að komast inn á markaðinn. Og ef þessi leið er allt í einu, ef það er búið að kippa henn úr sambandi, að þá segir það sér sjálft að það verður ennþá erfiðara fyrir ungt fólk til dæmis að komast inn á markaðinn og var það nú erfitt fyrir. Menn hafa þurft að stóla á eitthvað framlag sko að safna sér fyrir 10-15 miljónum ef menn ætla að vera hérna á höfuðborgarsvæðinu og kaupa íbúð sko. Þú veist, það er aðgöngumiðin þarna inn. Þannig að þetta er ekki auðvelt. En ég vonast nú til þess að þessi mynd fari nú að skýrast fljótlega sko. Við höfum heldur ekki gleyma því að verðtryggðu skuldirnar okkar, það er líka verðtryggð eign einhvers annars. Það eru ákveðin balans í þessu kerfi. Verðtryggingin er til komin vegna þess að það þurfti hér að bregðast við á árum áður. Ég meina, það er ekkert langt síðan að Seðlabankastjóri talaði um það
að nú erum við bara komin inn í tímabil þar sem að óverðtryggð lán væru bara málið sko. Þegar að vaxtastigið hérna fóru niður í ekki neitt, en það komu þetta til út af einmitt áföllum sem að þjóðarbúið var fyrir. Það þurfti mjög abnormal ástand í íslensku efnahagslífi til þess að vextinir færu niður í eitthvað sem að kallaði til fólks sem það, nú getið tekið óverðtryggt lán. Sko. Þetta er bara galið kerfi og þú varst að nefna að ég væri að tala Evrópusambandið án þess að tala Evrópusambandið. Fyrir mig er þetta stærstu rökin fyrir því að ganga þann inn. Það er að segja að við komumst inn í myntkerfi sem er skaplegra og það verður auðveldar að vinna á verðbólgu og auðveldar að hafa hér vexti lága, en auðvitað erum við svo sem ekki öll sammála það. Sigurður. Nei, þetta er alltaf bara mjög erfið staða og var alltaf mikið til umræðu í síðustu alþingiskosningum og mættir að segja að síðasta ríkisstjórn hafi verið kjörin svolítið út af þetta, allar þessar lausnir sem voru boðaðar, hvað varðaði húsnæðismálin, það var ýmislegt, það var húsnæðismarkaðurinn, það var stóra sleggjan hennar Kristrúnar, það var setja Evrópusambandið á pásu og tryggja 450.000 króna lágmarks framfærslu gagnvart kjósendum Flokks fólksins. Þetta var það sem að skatt og skerðingu laust. Já, svo kemur náttúrulega bara í ljós að þetta er allt saman svolítið flókið og það er segir ef ég man rétt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem er ótrúlega efnisrýr og almenn en þar segir ef ég man rétt að ríkisstjórnin ætla að fara í bráðaaðgerðir í húsnæðismarkaðnum og núna eru liðnir þetta 10-11 mánuði frá því hún tók við og ég bara býð. Já, ég held að það ekki býða lengi, ég held að það sé verið að fara að kynna fyrsta húsnæðispakka núna bara á næstu dögum. Bara vikunni held ég. Verið búin að lesa hann? Nei, ekki ég. Býðspenn, hlýtur að koma stóma í vikunni. Það hefur reitt upp ofan en hann verður auðvitað bara kynntur formlega og maður fer ekkert ofan í það kannski hér sko. Ragnar Þór hefur leitt þess að vinna einhverju leiti, hann ætlar að koma hérna næsta sundag í þáttun okkar. Þannig það er eins gott að verða eitthvað í þessu pakka ykkar. Ég held að þetta sé ekki tími fyrir eina glærusýningun en Nei, en stærsta málið þetta þegar kemur á þessu, þegar kemur á húsnæðisöryggi fólks, eitt stærsta, það er að verðbólga sé hér lág og vextir lágir. Þetta er bara algjört forgangsatriði, þetta er algjör undirstaða undir allt annað sem á að gera, hvort sem við erum að tala atvinnulíf, heimili, fjárhag sveitarfélaga eða fjárhag ríkisins. Svo er ekki þetta að horfa fram hjá því að húsnæði og heimili fólks hefur verið bara fjárfestingavara núna í alltaf langan tíma, þannig að verða húsnæði bara búið að rjúka upp núna á nokkrum árum og er bara orðið ómögulegt fyrir venlegt fólk að eignast íbúð og ekki skánar það núna, þannig ég held að það þurfi líka að horfa til þess að við þurfum að horfa á heimili fólk sem heimili fólks. Það er að skjóta inn að þið talið verðbólgu og vexti, það er sama verðbólga á Íslandi og í Bretlandi. Stýrivextir eru helmingi herri, eða tvöfalt herri fyrir ekki á Íslandi heldur en í Bretlandi. Og til hvers? Guðum á þetta það? Nei, en ég held að þetta sé þetta er verðbólga og vextir en svo náttúrulega líka stóra atrið er náttúrulega bara skortur á íbúðum, skortur á lóðaframboði sem hefur verið undanfarin áratug og sérstaklega í Reykjavík. Ég ætla bara örstnutt inn í af hverju ættu verktakar að vera að byggja núna jafnvel þóttir hefðu lóðir þegar fjármagnskostnaðurinn er svona rosalega hár. Þetta er alltaf bremsa, þetta er brems í öllu. Já, en svo hefur svo sem komið fram og við erum öll að vonast eftir að þetta ná einhvers konar jafnvægi. En svo Smári var að nefna áðan þá eru vextirnir á Íslandi mjög háir miðað við verðbólguna sjálfu. Vaxtastigið verður ekki með þessum hætti til eilífðar og þá skiptir auðvitað öllum máli að það séu fullnægjandi framboð af lóðum sem er á viðráðanlegu verði sem hægt er að byggja íbúðir sem fólk hefur efni á og vill búa í. En það er að þú trúir því að markaðurinn muni leysa þetta, markaðurinn muni leysa jafnvægi og hann muni útvega þriðjungnum af þjóðinni sem hefur lægstu tekjurnar húsnæði. Það muni ekki gerast, hefur aldrei gerst og allstar það sem að þriðjungu þjóðarinnar sem hefur lægstu tekjurnar býr við eitthvað húsnæðisöryggi, þá er það út af stórfelldum aðgerðum hins opinbera til þess að byggja upp heilbrigðan leigumarkað eða til þess að niðurgreiða lán til þeirra sem eru með lága tekjur til þess að þeir geti eignast. Það er enginn nema Íslendingar sem að sitja og bíða eftir því að bankarnir, eins og þeir hafa hegðað sig í þessari viku, eða verktakarnir, að þeir ætla að koma með lausn í húsnæðisvanda þeirra sem að standa veikast í samfélaginu. Það er engu sem þetta er til hugunum Íslendingum. Markaðshagkerfið verður ekki afnumið bara 1 og 3, en lóðaskortur hefur þetta gríðarlega áhrif á
alla þessa breytu. En ef það væri gríðari uppbygging í Kópavogi þar sem Sjálfstæðisflokkurinn stýrir eða í Hafnarfirði þar sem Sjálfstæðisflokkurinn stýrir, það bara ekki. Hún hefur reynda verið ágætt, sko. Það fækkaði nú eitt árið íbúðum í Hafnarfirði. Já, ég meina, lóðaverðir einn angi á þessari mynd, en hún er stærri og flóknari og við þurfum bara að hugsa okkur svolítið vel það Íslendingar. Af hverju þurfum við alltaf að vera með svona rosalega hátt stýrivaxtastig hérna í Íslandi? Af hverju það? Af hverju það alltaf? Ætlum við þá að halda alltaf áfram að gera það sama? Ár eftir ár, áratug eftir áratug, ég held ekki. Við erum bara stödd alltaf í ákveðnum kerfisvanda sem við þurfum að leysa. En sko, þetta viðbragð bankana við þessum dómi, þetta eru þetta áhyggjuefni, en eins og ég var að fara hérna yfir, sko, þeir vinna í því einhvern veginn að verja sína hagsmuni og þetta eru þetta óneitanlega svolítið sérkennileg staða ef að niðurstaðan úr þessu öllu verður svo að það verður erfiðara fyrir fólk sem hefur minna unnleikist að fjármagna sitt húsnæði. Það er auðvitað ekki gott. Fólk flytur inn í þvottahúsin eða eitthvað slags, þetta verður niðurstaðan. Fólk hefur ekki efni á að kaupa, hefur ekki efni á að leigja og við munum sjá fólk flytja inn í iðnaðarhúsnæðin og inn í þvottahúsin eins og maður sér bara að það er að gerast að fullu. Fólk er byrjað að búa í húsnæði sem er algjörlega óbáðlegt. Við erum komin aftur í tímabil braggana. Vegna þess að stjórnvöldum tekst ekki að búa til húsnæðisstefnu sem að þjónar almenningi. Við sjáum kannski einhverja breytingar eftir helgi. Ég er þess að segja það því ég er ekki að koma með einhverja glærusýningu, þeir eru að koma með einhverja raunverulega. Já, Sigurður Ingi bjó til margar glærunar þetta. En hérna, föstudaginn, varst þú í miðbænum? Já, ég fór með 16 ára dóttur minni og 23 ára dóttir mín vann og þarna líka ykkur staðar í mannþögunni. En þetta var algjörlega magnað og það er eitthvað sem gerist á þessum degi sem er svona pínu erfitt að útskýra vegna þess að þetta bara svona hrærir svo í tilfinningunum manns og maður verður svo djúpt þakklátur fyrir þessar hugrukku konur sem fóru hérna fram fyrir þessum 50 árum og alla götur síðan þá þegar við höfum náttúrulega verið leiðandi þegar kemur að kvenréttinda baráttu hérna á Íslandi og horft til okkar víða heim. En það er náttúrulega margt óunnið ennþá og nú er mikið hortið þess að því að við erum með konur í mörgum af okkar fremstu stöðum á landinu að þá sé nú bara baráttan unnin en það er alls ekki svo og það var vel farið yfir það á fundinum og í umræðinni kringu það við erum náttúrulega ennþá með þetta mikla ofbeldi gagnvart konum 40% kvenna verða fyrir ofbeldi og 1 af hverju 3 fyrir kynferðisofbeldi. Þetta er bara grafalvarleg staða sem að við verðum einmitt að hætta einhvern veginn að gera það sama og finna nýja leiðir til að takast á við þennan vanda því að hann er viðstöðulaus og svo er það innfluttar konur sem eru líka mjög útsettar fyrir því að verða fyrir launaþjófnaði og í láglaunastörfum og já, við höfum svolítið verið að flytja inn stéttaskiptingu að mörgu leyti núna síðustu ár. Þannig að það er heilmikið verk óunnið og ég verð að segja að það truflaði mig talandum sem við vorum aðeins inni áðan í umræðinni varðandi svona þessa svona auka hægri umræðu. Á sama tíma og þarna voru 50.000 kvenna samankomnar og fundir víðum land. Þá voru einhverju kallar í einhverjum hlaðverpum að tala hvað þetta væri nú fáránlegt. Nei, alvöru, ég hef búin að sjá einhverja klippur af þessum hlaðverpsþáttum þar sem að menn voru svo að gera lítið úr okkar baráttu og ég sá þarna ég velti fyrir mig svona fyrirtæki að styrkja þessu umræði. Það var þarna einhver svona veislubakki frá Kjötkompani í einhverju þjóðmálaþætti þarna sem að Snorri Másson var að gasa þessa hluti. Ég hugsa bara, er Kjötkompani bara sátt við að fara fram með svona umræði. Mér finnst þetta bara að vera einhver sem að fyrirtæki sem er að styðja við umræði með þessum hætti þurfa að spyrja sig. Ég ætla ekki að versla í Kjötkompani á næstin allavega. Þetta hefur þurfið áhrif á mig. Þér misboðið? Ég verið misboðið, Mér er algjörlega misboðið. Ég meina, ætla þeir einhvern veginn að þykjast vita betur heldur en 10.000 kvenna sem komið þarna saman með skýra kröfur og raddir það sem þarf að gerast. Ég held að þeir upplifið að þeir viti betur bara punktur. Alltaf, sennilega, já. Það er bara að getur við opna munnin þá kemur sannleikurinn út. En aðeins var þetta því að sömuleyti var ítt undir þessu umræðu í aðdraganda kvennaverkefnisins út á könnun sem að Maskína hafi gert og þá kemur meðal annars fram svolítið munur á kjósendum.
og það var spurt þetta telurðu að fullu jafnrétti sé náð og það voru 2 flokkar sem skáru sig úr, það var með 82% sögðu já, og það var Framsókn og Miðflokkur. Síðan kom Sjálfstæðisflokkurinn með 60%, Viðreisn með 54% og Samfylkingin með 29%. Og það er þess að í Viðreisn að þá eru fleiri kjósendur, ívið fleiri, sem að segja að jafnréttinu sé náð, heldur en ekki. Og maður velti fyrir sig sömuleyti látu eins og að svona eitthvað miðjan og vinstrið eigi að reka kvennabaráttuna og kom ekki við hægra fólki eins og það sé ekki, en það er svolítið mismunandi eftir tímabilum, það hefur ekki alltaf verið þannig, en manni finnst að vera færast svolítið í svona þá línu að hægrið sé að færa sig eiginlega gegn kvennabaráttunni til að vera komið nóg. Já. Þetta hlýtur áfall fyrir svona húmaníska sjálfstæðismenn eins og þig. Jú, eins og þú lýsir þessu alveg hrikalegt áfall, sko, en ég sem betur fyrir efasemdur að þetta sé rétt, sko. Það getur vel verið að það séu, sko, einhverjum kíma hægri væng stjórnmáluna sé einhverjir þessara skoðunar, sko. En sem betur fer, sko, held ég er ekki þar. Nei, og alls ekki, sko, og það er nú svona eina ástæðan fyrir því ég ákvæm að ganga til liðs við sjálfstæðisflokkinn, þetta er bara þessi klassíska sjálfstæðisstefna og sko varðandi jafnréttismálin að það var það mín skoðun að þeim sé bara þetta alls ekki náð og það verður held ég ævarandi verkefni að ná sko jafnrétti kynjanna. Við erum auðvitað komin mjög langt sko í allri okkar umgjörð, lagaumgjörð og stofnanumgjörð og öðru slíku. Sko ég sjálfur hef smá tilfinningunni að það hafi átt sér stað svona bakslag annar staðar sko aðeins inn á sko bara heimilunum á þeim vettvangi hreinlega sko að mín kynslóð, ég er nú ekkert svo gamall sko, ég er 42 ára, að jafnvel sko viðnirni séum jafnvel með svona aðeins svona aðra skoðun og hlutverki okkar inn á heimilunum heldur menn sem eru kannski 10-15 ára yngri en við, sko. Og þetta er bara einhvern svona tilfinning. Skárri viðhorf. Já, að teljum einhvern veginn, þetta er bara mín tilfinning, sko, einhvað sem við þurfum að fylgjast mikið með. Ég sitt nú í velferðarnefnd og allsherjar- og menntamálanefnd og við höfum verið að skoða svona jafnréttis stefnu stjórnvalda í jafnréttismálum og ég er bara mjög mikinn áhuga á því. Hefur áhuga að bæta þar við atriðum sem að ég tel að þurfi að skoða. Það er sérstaklega varðandi sko töku fæðingarorlofs, það sem er bara veruleg skekkja og fullt af svona atriðum sem við þurfum að halda áfram að vinna að. Og svo er þetta líka hitt og þetta er oft þessu stilt upp sem einhverjum svona annarkort hefur bara áhyggjur að læsi ungra drengja, skilur og sérstaklega mótfalli jafnrétti kvenna eða annara, sko, en allt getur þetta farið saman, sko. Má ég samt spyrja það einu því að þú ert í svona þeim hluta Sjálfstæðisflokksins sem að þú ert ekki svona hægri populisti. Þú ert ekki svona Jóns Gunnarssonar megin í flokknum, þannig að ég vilji býða þér að afneita honum. En ég er að velta fyrir mér að því að flokkurinn hefur svolítið undanfarin ár verið svolítið svona harðari. Hann hefur lagt höfuð áherslu að verja flótta fólks eða kjósenda yfir til Miðflokksins og hefur verið að leggja áherslu á sambærileg mál og Miðflokkurinn. Óttastu ekki verandi svona í húmaníska hlutunum í Sjálfstæðisflokknum að þessi þrenging sem að ég held að komi fram í afstöðu kjósenda. Þetta er ekki kjósendunir sem gáfu sig upp fyrir Sjálfstæðisflokkinn sko þegar þú ákvæmst að ganga í hann. Þetta eru þeir sem eru eftir, þetta eru 15% sem að vilja kjósa flokkinn í dag. Að þið verið þá eftir að þjóna fólki sem er orðið með svona svolítið harðar hægri áherslur og þið náið raunverulega ekki að tegja ykkur og þess vegna mælist Viðreisn orðið stærri en þið. Sko, nei, ég bara ég gerir það ekki. Nei, en ég held að skipti máli sko að svona stíga ölduna hvað þetta var þar. Staðreyndin er sú, Viðreisn er að hluta til stofnað af fólki sem að starfaði í Sjálfstæðisflokknum, formaðurinn fyrirmennandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Þarna er mikið að bara mínum vinum sem ég kynntist í
í háskólanum og bara mikið af góðu fólk. Þetta fólk sem að fór úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að annars vegar mislíkaði bara hvernig var haldið utan Evrópumálin eða fékk ekki sínu framgengt að hvað það nú var. Samfylkingin til að mynda líka, hún hefur færst bara mjög mikið til hægri á örskömmum tíma. Og og það bara, þetta ekkert sama stjórnmálaeflið og var fyrir 4 árum síðan, sko. Það bara ekki, sko. Áherslurnar eru allt aðrar. Svo erum við með miðflokkinn sem líka svona klofningsfíluframboð úr Framsóknarflokknum. Og þeir líka fara... En það eru þínir menn mikið. Guðrún Hafsteins var í vikulokunum og fór með nákvæmlega sömu ræðu og þú var þetta Viðreisn allt fólki sem hún hefði viljað starfa við sem í miðflokknum. Leif mér að klára. Þeir líka fara að sækja inn. Það vilja allir einhvern veginn vera einhver angi af sjálfstæðistefnunni, sko. Þeir fara líka að færa sig yfir á þetta svið. Þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af þessu. Aðalega líka vegna þess. Eins og ég var hjá ykkur held ég í september, ég held að ég hafi minnst á það þá. Ég að sko, þú veist, að það kemur að því að til dæmis þessi stjórnmálaflokkar eins og Samfylkingin og Viðreisn þurfa sko að fara að halda prófkjör. Verða svona þeir ennþá svona, þetta eru early days, sko, vegna þess hvað var skammur aðdraganda síðustu kosningum til að mynda að þá voru ekki prófkjör í einum þessara flokka og sumir stjórnmálamenn og formenn tölum að það væri alveg agalegt, sko. En ég held að það hafi hendað þeirra áherslum bara mjög vel að eins og leita að hafa sloppið við það og vegna þess að þá er þessi átök sem ég held að séu í sumum þessara flokka áherslur, sko, það kom ekki upp á yfirborðið. Nei, það voru náttúrulega það gat engin flokkur á þeim skamma tíma sem var frá því boðið var til kosninga og það til kosninga voru haldið prófkjör. Sko, mitt innlegg inn í þetta nú bara svolítið það að það þýðir ekkert fyrir fólk að vera að gráta einhvern horfinn tíma, sko. Pólitíkin bara breytt. Hún gerbreytt. Af hverju skildi pólitíkin ekki breytast þegar að verða þessar gríðalegu samfélagsbreytingar til dæmis bara með samfélagsmiðlum? Það sem auðvelt allt í einu mjög auðvelt að virkja stóra hópa annarkvort tiltekin málefni eða einhverja stefnu. Engin flokkur, hvorki sjálfstæðarflokkurinn, Samfylking, Viðreisn, Miðflokkur, Framsókn eða hverjir eru áneitt lengur, sko. Við sjáum þetta bara í könnunum, sko. Sjálfstæðarflokkurinn fór í könnunum fyrir síðustu kosningar held ég niður í 11%, sko. Niður í 11%. Þetta var flokkur sem fekk yfirleitt 35% fyrir einhverjum áratugum síðan. Miklu hærri kosningum. Jú, en ég að segja, sko, að því að við erum nú að tala svolítið kannanir líka þeir eru svona kannski einhver punktstaða og mæling og sína eitthvað, sko. Þetta veruleikinn. Framsókn virðist vera först núna í einhverjum 5-6%. Hver hefði trúað þessu fyrir einhverjum áratugum? Samfylkingin var alltaf í kringu 10% fyrir einhverju síðan og allt í einu núna komið með 30. Sveiflurnar eru bara gríðarlega miklar vegna þess að engin flokkur sem getur gengið einhverjum hópi vísum á kjörstað. Það nú bara þannig, sko. En þannig að þetta auðvitað svona orðið bara svolítið flóknara, sko. Nýjir flokkar verða til og það verið að tala um að Viðreisn sé komin úr sjálfstæðisflokknum, sko. Við sjáum í kosningaransóknum og öðrum að færslan á fólki á kjördag á milli flokka, hún miklu flóknari heldur en að við erum alltaf að tala í svona opinberu umræðu, sko. Ég veit að nú verið að einfalda hlutina mjög mikið með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin, en það þetta ekki bara þannig, sko. Nei. En það sem mér finnst hins vegar svolítið áhugavert, sko, ef við erum að tala um stjórn og stjórnarandstöðu og stöðu flokka og annað, það einmitt þessi staðreind að flokkarnir sem eru núna saman í stjórnarandstöðu, þeir eru mjög líkir margt. Ekki viljaðu meina. Nei, þau vilja ekki meina það, en við getum séð að miðflokkurinn verður þetta til úr Framsóknarflokknum, en svo erum við samt að tala um færslun alltaf á milli sjálfstæðisflokksins og miðflokksins í fylki. Sko, hvernig ætla menn að aðgreina sig í stjórnarandstöðunni? Var lítið má segja það sama stjórnarflokkana líka. Þetta bara gerbreytt, það á engin eitt. Engin. Nei. En gerbreytt Samfylking á bara einu ári eða svo? Ég gef nú ekki mikið fyrir það að segja að við höfum alveg farið eitthvað svakalega langt til hægri. Þegar ég líka bara, mér finnst þessi umræða alltaf hægri vinstri vera, ég var svona aðeins að ná utanum hennar. Hvað vinstri mál nákvæmlega og hvað hægri mál? Ég meina Samfylkingin sannarlega að flokkur sem vil bæta kjör þeirra sem hafa það verst í þessu samfélagi.
er það ekki vinstri? Jú, Þú veist, útlendingamál, jú, það verður mikið til umræðu. Samfylkingin hefur gengið með ákveðið fram með það að vilja ná tökum á þessum málaflokk, en talar á sama tímum og það viljum við gera það með mannúð að leiðarljósi. Er það hægri eða vinstri? Ég er ekki alltaf alveg að tengja við þetta að samfylkingin sé hafi farið svo rosalega langt til hægri. Við erum bara flokkur sem að rúmar margar skoðanir. En í efnahagsmálum, helst að tala um eitthvað svona sem Ríkisstjórnin leggur náttúrulega fram frumvarp sem hefði getað verið frumvarp síðustu ríkisstjórnar, hefði getað verið frumvarp Bjarna Benediktssonar. Frumvarp, ertu að tala um fjárlagafrumvarpið? Já, það er eiginlega bara same old. Nei, það er nú gengið lengra fram í því sem er algjört lykilatriði, Gunnar Smári, og hérna er kannski einhver hugmyndafræðilegur ágreiningur við borðið, algjört lykilatriði að reka ekki ríkissjóð með tapi ár eftir ár. Því leiðum við gerum það, þá bitnar það til að mynda á því fólki sem að vest hefur kjörin og báast. Það er engin ágreiningur milli hægri og vinstri að ríkissjóður í góðari, við erum að fara út úr því, eigi að reka með afgangi. Ágreiningur það að hægrið vil skera niður, ekki auka skatta, vinstrið vil sækja skattana til þeirra sem voru gefnir eftir skattarnir árum áður. Já, en sko Ása Berglind að tala um hægrið og vinstrið, það er nú eitt af því sem hefur komið í ljós líka í öllum svona kosningarannsóknum og bara rannsóknum og viðhorfum fólks, að þetta er ekki lengur eini ásinn sem að fólk staðsetur svo á, það er líka þessi menningar á sem að Ólafur Þ. Harðarson er alltaf að draga athygli að því að þetta er ennþá sterkasta það sem ræður mest það hvernig fólk kýs í kosningum, er það hvernig það staðsetur svo hægri vinstri ásnum sem eru svona bara lífsafstæða hverjum á að þjóna í samfélaginu. Ég held að þegar að í kjörklefann kemur þá er það oftast nær þannig að fólk kýs svona út frá veskinu eins og við segjum stundum, en þetta er samt aðeins flóknara heldur en þetta var sko. Og hefur samfylkingin færst til hægri eða hvernig það er sko, það er auðvitað svolítið áhugavert að það er ekkert vinstra megin við samfylkinguna á þingi núna. Þetta hefur auðvitað áhrif á umræðuna í samfélaginu. Ég meina við erum auðvitað með Sósíalistaflokkinn og VG, þessi flokkar eru ekki með fulltrúinn á þingi. Nei. Þetta hefur auðvitað heilmikil áhrif á það hvernig síðan fólk hegðar sér og hugsar á kjörtímabilinu. Það er bara ultrahægrið sem að toga ríkisstjórnina til hægri, það er engin sem að... Myndirðu segja það ef þú horfir yfir flokkalandslagið að það sé mikið af ultrahægri? Já, ég myndi... Það er þarna. Miðflokkur vil vera það. Það er þarna, já, en það er ekki held ég ráðandi. Það er hluta Sjálfstæðisflokknum sem að telur að vera klókt hjá Sjálfstæðisflokknum að taka upp mál sem að gætu orðið miðflokknum til vinsælda og þannig að það ég myndi segja að veri svona hluti af Sjálfstæðisflokknum væri þarna. Jú, ég tek undir það frjálslindið er svolítið farið úr Sjálfstæðisflokknum. Það voru líka eftir. Kemur bara í samfélkinguna sem ekki minn. Ég er ekkert sammála því, en ég er nú kannski aðeins að reyna að standa vörðum þá draumsýn mín að ég er að vonast til þess að því að þú varst einnig upphafi til dæmis að vísa til þess sem er að gerast í Bretlandi og þess sem við erum að sjá í Þýskalandi, að það verði ekki landslagið á Íslandi. En það er hins vegar alveg rétt að hluti af Sjálfstæðisflokknum er auðvitað bara veit ekkert hvort hann á að vera í miðflokknum eða Sjálfstæðisflokknum. Það er bara þannig. Aðeins varandi Bretland, því að þú varst að tala þreytu fólks út af framsókn og Sjálfstæðisflokknum og hvernig þeir eru stjórnarlandinu. Það sem er náttúrulega að gerast í Bretlandi er að fólk hefur mist alla trú á íhaldsflokknum og eiginlega svo til alla trú á verkamannaflokknum sem hafa verið að stjórna Bretlandi hingað til. Óánægjan færist yfir á reformflokkinu. Það er ekki þannig að reformflokkurinn dræta til sín. Óánægjan sem er hér, þessi straumkori sem urðu í íslenskri pólitík í kosningunum og kannanir eru að spenda til þess að við séum að fara lengra inn þá braut af því að samfylkingin eykur fylgi sitt og Sjálfstæðisflokkurinn nær ekki neinni viðspyrnu, er af sömu ástæðum að fólk er búið að fá nóg af gömlu valdaflokkunum sem er Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn og óánægjan fer yfir til ykkar. Og þannig að það er kannski, ég held að fólki að horfa á stjórnmálinn sem er kjósandinn situr alltaf fyrir framann morgunverðarhlaðborð, það sem er ekkert spennandi í matinn. Það er bara skorpið bónusbrauð þarna, hafragrautur sem er með skán ofan á og voldu
ríkur ávaxtasafi og svo tekur bara það sem skást. Það má líka alveg færa rök fyrir því að uppgangur Trump sé af þessu sama meiði þó að hann sé í repúblíkanaflokknum. Það er óánægja með það sem að fyrir var og hefur verið boðið upp á, sko. Og svo sjáum við þetta eins og í Írlandi, ég vísaði það var verið að kjósa forseta þar. Það er hægri stjórn sem er mikil óánægja með. Og hún vinnur þetta með sögulegum yfirbörðum, þótt að það hafi verið dræm kosningaþáttak og allt slíkt. En við sjáum þetta hrökkva í alls konar áttir, en ástæðan rótin er alltaf óánægja almennings með stjórnmálin. Með svona... Er það ekki einmitt akkurat? Með stjórnmálin eða með ríkisstjórnina sem að fyrir sama hvort hún sé til hægri eða vinstri, fólk vil bara skipta. Og kannski líka djúpstæð óánægja með þróun samfélagsins. Er það ekki? Svolítið, menn eru svona vilja prófa eitthvað nýtt. Hefur ekki verið svolítið þannig. Já, síðasta ríkisstjórn var þannig. Hún fekk fína kosninga 21. Svo kom ljósa engin vildana. Svo bara flættindan, alveg hratt. Já, það breytist reyndar vægið á milli flokkana þá og því var náttúrulega mætt með því að móla aðeins betur undir framsókn, sko, en já, þetta tekur á sig alls konar myndir. Það getur verið fjarað hratt undan ykkur ef þetta er óánægja. Já, sko, þegar við förum inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf þá vitum við það að það er ekkit, þetta er ekkit svo í sletti smooth sailing út kjörtímabili, það eru krefjandi verkefni, það er það alltaf. En ég meina, hún er auðvitað bara stofnuð á grunni þessa stjórnarsáttmála og við bara vinnum eftir honum og svo gerist alls konar á kjörtímabilinu. Má ég spyrja í samhengi við þetta, því að við tölum oft svona þau verkefni sem bíða ríkisstjórninni. Við höfum talað húsnæðismáli sem er náttúrulega búið að vera í ólestri í 20 ár á Íslandi. Við erum að tala niðurbrot grunnkerfa samfélagsins, heilbrigðiskerfi, við vitum alveg að menntakerfið er í miklu vanda. Við erum með mikinn eins og sagt innflutning á vinnuafli, þetta er náttúrulega fólk sem kemur hingað, en við höfum ekki byggt í takt við það, við höfum ekki byggt upp innviðina, við höfum tekið við ferðaþjónustu sem með gríðarlega, sem er aðalega einhver ferð túrista á bílalegu bílum út allt vegakerfið okkar á þess að við höfum byggt upp vegakerfið. Þannig að það hlaðast upp alveg rosalega þung og mikil og erfið verkefni sem að bíða þessar ríkisstjórnar. Og ég hef verið að velta fyrir mig hvort þetta séu væntingar Íslendinga að samfélagið okkar ætti að vera svona. Við höfum svona hugmyndum að við ættum að búa, við erum ríkasta þjóð í heimi, á hverju er þetta svona, þið kannist við þetta viðhorf. Þannig að við erum með mikla væntingar meðal almennings að samfélagið okkar verið bara mun skárra en það er í dag. Á móti koma stjórnmáli með svona, við verðum að fyrst að gæta hallanum á ríkissjóði og mjög varfærin í öllu. Það er svona, í íslensku stjórnmálu umhverfi er rosaleg spenna svona undir niðri. Upplifið þetta ekki svona? Ég sitt náttúrulega og tala við fólk allan daga og mér finnst svona hugmyndir Íslendinga vera æ meira það að við gætum gert þetta svo miklu, miklu betur. Já, við getum gert þetta miklu betur. Þetta hefur ekkert verið gert neitt sérstaklega skynsamlega á undanförnum árum. En það eru þetta, það sem að blasir við okkur er ekkert leyst á einni nóttu, sko. Ég heyri að þú svona kannski talar að þetta sé alltaf sama tuggan, sko, nánu vöxtum og verðbólgu og verið ekki með halla í ríkissjóði. Þetta er samt, Gunnar Smári, þetta er samt algjör grundvallaratriði. Við verðum, ef við ætlum að eiga kerfin okkar, hvort sem er menntakerfi, heilbrigðiskerfi eða hvað það er, ef við ætlum að hafa þau sterk, þá verða fjárhagslegar undirstöður samfélagsins. Það hækka skatta. Það verða fjárhagslegar undirstöður að vera styrkar. Það að hækka endalaust skatta. Ekki endalaust bara. Nei, en það að hækka skatta of mikið, það getur líka virkað í hináttina. Já. Okkur var sagt að þeirra skattarnir voru lækkaðir. Já, nú. Okkur var sagt að skattarnir voru lækkaðir, þá er allt gott. Við erum kannski komnir bara í eitthvað pallborð í kosningaparóttinni, sko, en þú veist, þetta er bara algjör grunnur, sko. Ef við ætlum að bæta fjárhag heimila og fyrirtæki, við verðum að lækka vexti. Ef við ætlum að bæta stöðu ríkissjóðs til þess að geta staðið undir velferð, þá verður ríkisstjórar að standa undir sér. Þetta er ekki geimvísindi, en þetta er bara svona. En svo líka, nú talað eins og sé var ekkert búið að gerast. Það er fullt búið að gerast. Þú veist, það til dæmis var strax grípið inn í það að hafa opin fíknúrræði við sumartíman. Eitthvað sem er búið og bætt í vegakerfið og fleira, sko. Já. Og það er verið að vinna að alls konar málum. Ég meina, það er aftur búið að setja á samræðpróf í grunnskólum, eitthvað sem búið að kalla eftir og þú veist, það er alls konar mál sem að hafa verið að fara í gegn og bara sem að vera stolt af.
Já, en svona óréttlæti sem að koma aðeins í fyrirlutunum voru að vera að tala um svona óréttlæti í samfélaginum sem að felst til því ofurháum raunvöxtum stýrivaxta Seðlabankans sem að bitnar á þeim sem að skulda mikið á meðan að til þess að hemja eyðslu þeirra sem hafa það miklu betur. Þannig að við tökum bara helmingurinn að fólki kemst ekki inn á húsnæðismarkað lengur en það fyrst og fremst hinn helmingurinn sem að stendur vel og að eyða miklu. Af hverju má ekki hækka skatta til að hemja eyðslu þeirra sem hafa það gott í staðin fyrir að vera alltaf að þrengja þeim sem að skulda mikið. Verður við ekki einhvern veginn að ráða við óréttlætið í samfélaginu? Er það ekki hlutverk stjórnvalda? Hjóðum sigur að vera með í umræðinni. Ég bara að fleita, Ásgeir Brynjar talaði svona og Helga Vala talaði svona, ég bara fleitaði hingað inn. Já, við erum svo sem búin að vera að ræða þetta meira að minna allan þáttinn og ég held að við séum öll sammála mikilvæg þess að ná niður verðbólgu og vaxtastiginu sem er mjög hátt miðað við bara held ég punktstöðuna í íslensku efnahagslífi akkurat núna og ég held kannski að við myndum kannski ræða meirana hana í þessum þætti þessa áfalli sem átti sér stað Norðuráli og önnur áföll sem hafa gengið yfir bara efnahagslífið á mjög skömmum tíma. Fallplay, það blikur oft yfir varðandi sjávarútveginn og loðnuna og svo framvegis. Þannig að þetta getur breyst bara mjög rætt. Þannig að það er líka það sem maður kannski óttast í þessu öllu þegar verkefni var náttúrulega einhvern veginn að ná mjúkri lendingu, það var svona lagt upp með það en það er það sem maður óttast að það muni reynast mjög erfitt og þá er þetta með spurningin til hvaða aðgerð er ríkisstjórnin að grípa er hún að styðja við þessa mjúku lendingu að þetta fara allt saman vel eða þá kannski að fara í hina áttina, það mun tíminn leiða í ljós. Já, ég meina, ríkið hefur verið að borga 100 milljarða í vexti á ári. Við erum að tala um velferðarkerfið. Hvað er hægt að gera inn í velferðarkerfinu fyrir 100 milljarða? Af hóflegri skuldum heldur en tíðkast í öðrum ríkjum. En að því að flytja... En ég hef aldrei, núna, þetta er alveg rétt. Þetta er mjög mikið áfall hjá Norðuráli sem að verður auðvitað til bara vegna bilunar af einhverjum toga, og við erum auðvitað svolítið að bíða eftir því að sjá hver viðbrögðin verða hjá fyrirtækinu sjálfu, þarf að segja upp miklu fólki, það er svona eitt og annað sem bendir til þess að fyrirtæki þurfa að fara mjög varlega í það vegna þess að það eru mjög sérhæfð störf þarna undir sem að þá tínast út úr fyrirtækinu þegar að síðan þarf að keyra það upp að þá var ekki gott að vera komin með þá þekkingu eitthvað annað. Við höfum verið að einblína svolítið á útflutningstekjurnar en á móti kemur og það eru auðvitað aðföng inn í álverið á móti. Mér finnst okkur vanta svolítið mikið inn í þessa mynd bara hver verða viðbrögð fyrirtækisins sjálfs, hvernig ætlar það að taka á þessu. Þetta snýst auðvitað svolítið það að standa vörð starfsfólki sem að þarna er. En ég meina, mér hefur fundið stjórnarandstaðan svolítið taka á þessu máli einhvern veginn, hvað ætlar ríkisstjórnin að gera gagnvart Norðuráli, bara daginn eftir að bílinn kemur fram. Svo kemur ekkert eitthvað skýring, hvað vilja menn að það sé dælt peningum inn í fyrirtækið? Hvernig vilja menn að ríkið bregðist við? Eigum við ekki aðeins að sjá hver áhrifin verða? Áhrifin af stöðvunni líka tegja sig yfir á 2 ár, það er að segja restin af þessu ári og svo inn á það næsta. Þannig að ég er ekki að segja að ríkið eigi ekki að hafa eitthvað hlutverk í þessu ef að þannig fer, en mér finnst ekki augljóst ef að menn er að kalla eftir því að ríkið eigi að dæla peningum inn í Norðuráli svo staðan er núna. Ég bara kannast ekki við þessa orðræðu allavega ekki frá mínum flokki að það væri ákall það að ríkið fari að dæla peningum inn í þetta fyrirtæki. Þvert á móti snerist umræðan að mínu viti til hvað áhrif þetta áfall, þetta gríðarlegt áhrif. Já, mjög mikið. Ég held að Norðuráli verður 11% af skútflutningsverðmætum Íslendinga. Bara þetta er þannig og 2/3 af starfseminni er þá stopp eins og er og þá er það sem að þarf að gera þetta, við erum þá í þessari fjárlagavinnu allir, hvaða áhrif þetta mun hafa á fjárlögin og ég að það líka að í fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir svona hinum þessu sviðsmyndum
og mér fannst þetta mjög merkilegt sko, þegar ég las fjárlagafrumvarpið og sviðsmyndagreininguna, það var að tala svart sínustu sviðsmyndina og það var sko, þú veist, augnatollahækkanir, gengis, fall krónuna sem viðheldur verðbólgu og svo framvegis, allt eitthvað svona sem að getur alveg raungerst sko, og mér fannst kannski ekkert svo ósennilegt þó að það hefði þurfa ekkert endilega að hafa öll þessi áhrif sem að svart sínasta sviðsmyndin hefði. En þetta vinnan sem ég ger það ráð fyrir því að sé verið að skoða og þessi umræðan á Alþingi allavega hvað formann Sjálfstæðisflokksins var það aðra sem að tók þátt í umræðinu Norðurál, hún lauta þessu sko, hvað áhrif hefur þetta á fjárlagagerð sem við erum að vinna í núna sko. Já. Það eru þetta og við vonum að þetta fari vel sko. Já, það eru þetta og ég vona enginn sé að miskila, þetta eru þetta mikið áfall, mikið högg fyrir þetta fyrirtæki og gríðalegt högg fyrir svæðið auðvitað og fólki sem að vinnur þarna og annað. En það er svolítið slemt að sjá nákvæmlega hvernig hægt að bregðast við. Þetta er auðvitað eitthvað sem að þingnefndirnar þurfa þá bara að fara yfir í fjárlagavinnunni og eftir atvikum og viðskiptanefnd og fleiri, en þetta er líka svo ný skeið sko. En þetta kemur honi í bakka og þetta kemur honi í play, þannig að það er alltaf verkefni. Já. En það er svona fólk tala jafnvel sko hamfarir. Það bilaði álver upp á... Svo það gamalt álver, þetta var alltaf flutt inn notað. Já, það kom inn áfram á. Frá Þýskalandi. Bara... Og líftími álvera ekkert, við munum koma einhvern tímann, þá mun eitthvað þessu stóriðju loka. Það var nú í Ísal, ég man ekki hver á það núna, þarna í Straumsvík. Það voru alvarlegar vangaveltur að loka þar, en svo ákvað fyrirtækið að bæta við sig, vildi þá fá stækkun, en fekk það ekki út af skipulagsmálum í Hafnarfirði. Þannig það getur, ég meina það þetta fer bara eftir álverð hefur verið óvenju hátt, kísilverð hefur verið óvenju lágt og þess að var lokað á Bakka og járnblendi hefur verið lágt verð og nú á að draga úr framleiðslu þar, ég held að 20% og þeir ætla líka að draga úr framleiðslu að sama fyrirtæki sem á í Noregi. Þannig að einn daginn munum við standa frammi fyrir því eitthvað sem álverum loka. Þannig við verðum líka kannski, ég er vona því fólk, ef maður segir þetta þá verði það, en ég finnst alltaf lægi að hafa það í huga, sérstaklega því að verða alltaf að tala með allar þessar virkjanir og þörfinni fyrir orkuskiptum og öðru slíku, að það sést á stærð þessa máls hvað þetta er mikil orka sem er bundin þarna þessari framleiðslu. Ásgeir Brynjar, hann fræddi okkur svolítið þetta mál, þegar hann var ungur maður og þá vann hann hjá ABB sem seldi þessar rafafla og þeir eru svo stórir og merkilegir að þegar þeir þurfti sko þetta kerru, vagn eða hvað þetta kallast, með 18 hjólum til að koma inn í álverið. En hann sagði allt annað heldur en þetta, það var eitthvað bara riðdrasl og gömlu álveri sem var búið að loka. En hugsið ykkur þá í hvaða stöðu við værum ef þetta hefði gerst fyrir 15 árum sko, áður en að ferðamennir fóru að koma hérna inn í stóra stíl sko, þegar atvinnulífið okkar var ennþá einsleitara sko. Það snýst auðvitað svolítið það í okkar hagkerfi að stóðirnar séu sem flestar og sem sterkastar. Þarna er ákvörðun þessu fyrirtæki að þetta er gamalt álver og þeir sem verður fyrir áfalli sem er bilun og það að endurræsa það upp þá horfum við fyrirtæki líklega til þess að við erum að horfa þá til næstu 20 ára og þá spyrjaðu býttu mun þetta álver endast í 20 ár? Ég hættur að svara verið bara nei. Þannig að ég vil ekki skamma mig fyrir að orða þetta. Þetta er svo nýskeið, við vitum auðvitað ekki nákvæmlega hvernig spilast úr þessu og Kísilverið og Bakka verður aldrei opnað aftur. Við verðum að nota orkunni annað og allt það. Þetta snýst líka tryggingarfyrirtækisins, gagnvart orku og fleiri sko. Þannig að þetta er auðvitað bara eitthvað sem að menn þurfa að fylgjast mjög grannt með og já, auðvitað mun þetta hafa áhrif á þessa vinnu sem er í gangi núna í þinginu, í fjárlögum og öðru og ég meina þetta er bara verkefni sem við þurfum að takast á við. Og mikil umfram orka í kerfinu sem að þeir ekki að nota aðna upp á herðið en við erum nú komin að endamörkum í þessu spjallakar. Það var gott að fá okkur. Já, gaman að koma, eins og alltaf. Það er
Ása Berglind, Sigmar Guðmundsson og Sigurður Örn Hilmarsson, Samfylkingu, Viðreisn og Sjálfstæðisflokki. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Takk. En við bræður komum aftur eftir augnablik og ræðum pólitíkina með okkar nefi. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.